Velkomin á Vísindi á vordögum 2026. Samstillt átak Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og Landspítala grundvallaratriði í sköpun og miðlun vísinda, uppbyggingu og rekstri rannsóknarinnviða og þjálfun vísindafólks. Þið munuð leggja lóð á vogarskálar í þágu vísinda, nýsköpunar og betra samfélags. Það er ég alveg handvissu. Hver einasti sjúklingur sem þið hittið, ef þið eru að hitta sjúklinga, hefur skoðun á því hvernig meðferð hann á að fá. Ég veit það bara sjálf, ég er einn af þessum sjúklingum. Ég kem og segi, ég tel að það sé þetta sem er að mér og ég held að þú er að gera þetta. Því ég er búin að spyrja geðræknindina og ég er búin að fara á netið og ég veit þetta allt saman. Við erum að fara að skoða hvort að tilbúin barnamatur, þá með áherslu á skvísur, hafi einhver áhrif annarkvort á samsetningu örveruflóru barna eða hvaða efni þessar örverur er að framleiða í þörmum og ungabörnum. Ég vil þakka ykkur fyrir ykkar framlag. Þessi styrkur skiptir óbóðslega miklu máli fyrir okkur því að rannsóknar sem við gerum eru dýrar. Við vorum að fá styrk fyrir stórri rannsókn á lífsgæðum eftir greiningu krabbameins. Að kortleggja áhrif lyfja á þróun óráðs. Skimun hjá fólki sem eru aukin áhættu á að fá brjóstakrabbamein. Viðfangsefni þessar rannsóknar sem við ætlum að gera er fylgjuþurrð og þá sérstaklega fylgjuþurrð sem verður vegna þess að blóðflæðistruflun er í fylgjunni. Þetta er faraldsfræðileg rannsókn á krónísku og bráða hvítblæði á Íslandi. Stökkbreytingin sem við erum að skoða heitir kölluð BRCA 2995 og þetta er sér íslensk stökkbreyting.